Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Hvar kviknar í rauninni fyrst áhuginn fyrir þessu? Ég hef ekki náð upp á borðið hérna þá, þegar það byrjaði bara smástrákur og þá bjó maður sér til boga úr öllu sem maður fann gömlum bambus og rörum og lék sér mikið með þetta reyndi að veiða þresti í garðinu hjá nágrönnunum og svona. Já, Haraldur Gústafsson maðurinn sem kom bogfimideildinni innan Skotfélags Austurlands að stað árið 2013 og í dag æfa þar 6 manns að staðaldri. Það ofsalega margir búnir að koma í gegn. Margir komið inn og kynnt sér þetta aðeins. Það voðalega fáir sem hafa haldið áfram. Og það skilst mér að sé svipað og bara annars staðar á landinu, prósentulega séð, Ég veit ekki, þetta kannski ekki íþrótt fyrir alla eða sem höfðar til allra, Maður finnur samt mikinn áhuga og mikinn stuðning og mikla hvatningu alls staðar í samfélaginu. Keppendur deildarinnar stóðu sig vel á Íslandsmótinu innanhús sem haldið var í Reykjavík mars og komu heim með 2 gull og 1 brons, en bronsið vann Haraldur í opnum flokki í ólympískum sveigboga karla. Árangurinn hjá okkur í bogfimideild skausti hefur verið bara mjög góður, Við höfum verið að standa okkur bara mjög vel á mótum. Og svo náttúrulega bara sem þjálfari en ekki keppandi þá finnst mér mjög gaman að sjá bara hvernig tækni og árangur þeirra sem að skjóta hjá okkur svona smá saman alltaf að bæta sig. Þetta er mjög tæknileg íþrótt. Það var einhver sem sagði það að bogfimi væri listin að endurtaka og það er svolítið til í því. Maður þarf að ná réttri tækni og maður þarf að geta endurtekið henni í hverju einasta skoti. Það gefur mér alveg helling. Fyrir mér þá að skjóta boga, þetta eins og hugleiðsla. Maður fer eiginlega inn í sjálfan sig og fyrst þegar maður byrjar þá maður að hugsa allt. Maður að hugsa hvernig maður dregur upp, hvernig maður sleppir rörinni og hvernig maður heldur boganum, hvernig maður stendur. En svona þegar sá grunnur er kominn þá getur maður eiginlega bara týnst í sjálfan sig meðan maður að skjóta, Það er voðalega gaman, voðalega gott. Ég alltaf miklu rólegri og yfirvegari þegar ég kem heim á bogfimæfingu heldur en áður ég fer á ána, Nú ertu að fara að skjóta. Hvernig berðu þið að? Maður fyrir bara að koma sér vel fyrir yfir línunni og þannig að maður sé svona nokkurn veginn beint í línu við skotmarki sem maður ætlar að skjóta á. Svo tekur maður rörina, setur hann á streng. Nær góðu og réttu gripi á strengnum og á boganum sjálfum. Svo læsir maður skotmarkið inn í, lyftir boganum, passa að lyfta olnboganum alveg í rétta hæð. Dregur strenginn alveg upp að andliti. Miðar. Og sleppir. Þetta er svona einföldunin á skoti. Guðný Greta sigraði í opnum flokki í ólympískum sveigboga kvenna á Íslandsmótinu en við hittum hana þar sem hún var að æfa sig að skjóta á gamla íþróttavellinum á Eiðum. En hvernig kviknaði áhugi hennar á sportinu? Já, þetta er bara búið draumi sem ég var barn, held ég. Strákarnir voru að gera sér boga og þá langaði mig líka í boga. Svo er pabbi náttúrulega annarlega veiðimaður en ég var svo hrædd við riffla og skot og svona þannig að ég vissi það myndi ekki heyrast neitt svona mikill hávaði í örinni. Svo fékk ég námskeið í jólagjöf og þegar ég var búin að fara námskeiði þá var ekkert aftur snúið, keypti mér þá svona byrjandaboga og átti hann þangað til í febrúar á síðasta ári. Þá fór ég á mitt fyrsta mót og þá bara var ekkert aftur snúið og þá pöntuðum við, eða baði ég Harald að panta þennan boga sem ég á núna, sem er mun flottari og tæknilegri. Það er ekkert aftur snúið þegar maður byrjar á þessu, þetta er það skemmtilegt, Hvað þarf góð bogfimiskítt að hafa til brunns að bera? Ég myndi halda að þú þarft að vera með töluverðan sjálfsaga og styrk, af því að þú þarft bæði að hafa krafta til að draga upp bogann. Einbeitir að því að hver einasta hreyfing þarf að vera skipulögð. Þegar hugur og hönd fara saman, þá átt að geta hitt svona kirsuberjatómat á 18 metra færi. Og vita það að þú dregur upp bogann trekk í trekk 30 sinnum og átt að geta hitt, segjum tómat ef þú ert virkilega góður í bogfimi.
Það töluverð áskorun og þegar það tekst það ofsalega gaman. En ég meira svona í eplunum en þá, ef við hafa myndlíkingu. Haraldur og Guðný Gréta hafa unnið sinni rétt til að keppa á smáþjóðaleikunum sem haldin verið í San Marino næstu mánaðamót, en það gerði þeim með því að hafna í einum af 3 efstu sætunum í stigakeppni á Íslandsmeistaramótinu utanhús í fyrra. Þar munu þau keppa bæði einstaklingskeppni og liðakeppni á 70 metra færi. En hvernig hefur Guðný Gréta undirbúið sig fyrir leikana og hver eru markmið hennar fyrir þetta ævintýri? Markmiðin að hitta á skotmarkið þann úti. Það nægilega erfitt markmið fyrir mig af því að þetta kom eiginlega upp á svona 2 árum og snemma því ég búin að vera svo stutt í þessu. Ég eiginlega bara búin að æfa undir handleiðslu þjálfara bara í 1 ár. Þarna úti skotið á 70 metrum og það töluverð áskorun að hitta á skotmarkið á 70 metrum. Því þá vindurinn og vegalengdin, þá verður dreifingin á örvunum miklu meiri, býst ég við sko. Og á Íslandi náttúrulega ofsalega erfitt að undirbúa sig af því að það annarkvort svo kalt eða þá vindur. Þannig að ég eiginlega ekki búin að æfa mig nógu mikið utanhúss sko. Þorsteinn Ívan Bjarkason frá Egilsstöðum bætti Íslandsmetið í bogfimi verulega á Íslandsmótinu í flokki undir 15 ára. Hann var hástökkvari mótsins og sló fyrra Íslandsmet frá árinu 2013 með miklum mun eða heilum 30 stigum. Fyrir 3 árum síðan þá fór ég á æfingamót, það var sumarátið hérna á Egilsstöðum og þá var sem sagt svona verið að prófa boga og svoleiðis og mér ákvað að fara að prófa. Það var rosa gaman og fekk svona svolítið áhuga og svo fór ég aftur árið síðar og þá keppti ég á svona fínu móti og það var rosa gaman líka og þá fekk ég alltaf bara svona lista þannig að mér langaði bara að fara þannig ég fór bara á æfingar og byrjaði bara. En hvað svona heillandi við þetta sport? Bara það svo rólegt og svo mikið skemmtilegu fólk í því að það er allir vinir, það enginn svona sem eitthvað rosalega leiðileg við alla eða það hjálpar þér alltaf einhver eða eitthvað svona. Hvað skýrir þennan góða áranguðinn á svona stuttum tíma? Það bara vegna þess að ég með svo góðan þjálfara og hann lætur mig skjóta á lengra færi en ég að keppa á, þannig að það svona og bara kennir mjög vel og fær mér bara til þess að stíga skrefinu lengra og þá bara gengur maður miklu betur. Og þannig bara ná maður árangri bara, svo æfum maður sér bara og þá það bara allt í lagi. Bjóstu við þessu þegar þú fórst til Reykjavíkur daginn? Já, ég átti alveg von á því vegna þess að það var svona, það stemdi í það. Því að maður var búinn að skjóta á æfingum og þannig að þetta stemdi allt í það sko. Haraldur hefur tröllatrú á Þorsteini. Og hann bara búinn að vera að bæta sig jafnt og stöðugt alveg síðan hann byrjaði. Bara svo ég vitni í hann sjálfan sko, hann segir það í lok, sem sagt, núna í lok veturs. Eða í sumar þá ætlar hann að vera orðinn betri en ég sko. Fínt að hafa svona takmark. Heldur hann náði því? Það getur bara alveg gert sko. Hann er að nálgast með skuggalega mikið. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.